Góð heilsa öllu mikilvæg og svefninn lykillinn að því að viðhalda henni. Erna Sif Arnardóttir rannsakar kæfisvefn og áhrif svefntruflana á fólk. Erna segir að margir Íslendingar greinist með þennan sjúkdóm sem einkennist af tíðum öndunarstoppum í svefni. Kæfisvefn mjög algengt vandamál. Það eru núna 4–6% Íslendinga á miðjum aldri sem að greinast með kæfisvefn. Og þetta mjög mikilvægur sjúkdóm því hann veldur mikilli syfju hjá fólki og skertur lífsgæðum. Og svo líka nýlegar rannsóknir sem að sýna það að það eru auknar líkur á hjarta- og æðasjúkdómum. Þannig að þeir sem eru með kæfisvefn eru ekki bara syfjaðir og þreyttir, heldur eru þau líka í aukinni áhættu fyrir hinum ýmsu sjúkdómum, sem háþrýstingi, heilablóðfalli, hjarta- og æðasjúkdómum og svo sykursýki. Og þannig að kæfisvefn að valda mjög miklum slæmum breytingum í líkamanum. Það sem ég hef verið að skoða mest núna samspil offitu og kæfisvefns. Þeir sem eru í yfirþyngd, þeir eru í mjög aukinni áhættu á kæfisvefni. Og eftir því sem þú þyngist meira, því meiri líkur að þú sért komið með kæfisvefn og það mjög erfitt að taka þessa tvo þætti í sundur. Hver eru áhrif kæfisvefnsins, hver eru áhrif þess bara að vera í verulegri yfirþyngd. Annað sem við erum að skoða við erum að skoða áhrif þess hvað gerist þegar fólk sefur lítið. Ég með rannsóknar sem ég hélt fólki vakandi í 38 tíma og skoðaði muninn á því fólk sem þolir svefnleysi vel og fólk sem þolir svefnleysi illa og skoða hvað áhrif þetta hefur á líkamann. Því að eitt sem hefur komið fram á nýjustu árum að eins og Íslendingar eru að sofa 1 klukkustund minna að meðaltali núna en það gerðu áður. Og rannsóknir sýna það að skertur svefn, hann skerðir líka lífsgæði ef fólk sefur minna, alltaf ef fólk sefjara. En það eykur líkur á hjarta- og æðasjúkdómum, alveg eins og kæfisvefninn. Ef fólk að sofa kannski bara 5 tíma á nóttu, þá eru þau aukin áhættu á hjarta- og æðasjúkdómum, háþrýstingi og sykursýki og einnig að það getur stuðlað að offitu.